Mörg hundruð manns eru enn grafnir í húsarústum eftir jarðskjálftann í Mjanmar í gær. Yfir 1600 eru látnir. Snarpir eftirskjálftar hafa orðið í dag sem gætu losað spennu á nálægum flekamótum. Í fyrsta sinn eru konur í öllum æðstu embættum þjóðarinnar á sama tíma, yfir háskólastofnunum og þjóðkirkjunni. Kynjafræðingur bendir á að í sögulegu samhengi sé þetta í raun ekki svo mikið. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani hafa vanrækt Grænland. Framferði Bandaríkjamanna var mótmælt í Kaupmannahöfn í dag. Starfsmenn í miðbæ Akureyrar fá nær daglega spurningar frá gestum hvar næstu matvörubúð sé að finna. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu í miðbænum þar engin kjörbúð. Deildarmyrkvi á sólu sást vel í dag þegar tunglið huldi hluta sólarinnar. Fjöldi fólks naut sólmyrkvans frá Perlunni og sumir orðnir spenntir fyrir almyrkvanum á næsta ári. Gott kvöld. Yfir 1600 hafa fundist látin eftir jarðskjálftann í Mjanmar í gær. Fjöldi fólks enn grafinn í húsarústum. Snarpir eftirskjálftar hafa fundist víða í Suðaustur-Asíu í dag. Jarðskjálftinn í gær var sá stærsti í marga áratugi og gæti orðið sá mannskæðasti. Björgunarstörf halda áfram bæði í Mjanmar og í Bangkok í Tælandi, þar sem háhýsi sem var í byggingu hrundi yfir tugi verkamanna. Nokkrir hafa fundist á lífi en rúmlega 80 eru enn grafnir í rústunum. Skjálftinn varð á mótum Evrasíuflekans og Indlandsflekans. Þetta mjög virt jarðskjálftasvæði en þeir verða örsjaldan svona öflugir. Þessi var svona snarpur því upptök hans voru grund í jarðskorpunni sem byrjaði að rifna þar sem upptökin voru. Svo rifnar hún að því að manni sýnist gríðarlega vegalengd til suðurs. Og þetta 200-300 km löng sprunga, myndi ég giska á. Það olli ákveðinni tegund af jarðskjálftabylgjum sem valda hægum sveiflum og geta borist mjög langt. Og þegar svona hægabylgjur verða þá það yfirleitt stærri byggingar sem vilja sveiflast hægt. Og þegar það verður svona samsveiflun á jörðinni og byggingunni, að þá illt í efni. Svona umfangsmiklir atburðir geta haft keðjuverkandi áhrif og valdið fleiri jarðskjálftum í nágrenninu. Núna þegar það búið í raun og veru að losa þarna þessa spennu sem hafði safnast þarna upp vegna flekarhreyfingana yfir mjög langan tíma, að þá endurdreifist spennan í jarðskorpunni þá í kringum þessa losun og verður meiri spenna á nálægari svæðum, þar að segja öðrum sprungum sem eru nálægt. Og það svona áhyggjuefni, þá ber að horfa til þeirra svæða. Eftir að Silja Bára Ómarsdóttir tekur við sem rektor við Háskóla Íslands stýra konur öllum opinberum og einkareknum háskólum á landinu í fyrsta sinn. Þá eru eingöngu konur í forystu flokka ríkisstjórnarinnar og í borgarstjórn. Það hefur aldrei gerst áður. Og á sama tíma kona forseti Íslands, biskup, ríkislögreglustjóri og ríkissaksóknari. Það mjög mikilvægt að höfum alltaf í huga hvaða konur. Að því í rauninni þetta mjög einsleitur hópur kvenna sem að sinnir þessum ábyrgðarstöðum í íslensku samfélagi. Bæði við skoðum með tilliti til húðlitar, uppruna og fleiri þátta. En í rauninni þetta bara svona örskot stund í henni sögulega samhengi. Silja Bára til dæmis bara önnur konan til að gegna stöðu rektors við Háskóla Íslands í ríflega 100 ára sögans. Og það sem líka áhugavert að skoða, við getum alveg velt fyrir okkur, ef við til dæmis skoðum út frá hugmyndum tilfærslu valds sem við sjáum ofsalega skýrt í Bandaríkjunum, þar sem að valdið raun að færast frá kjörnum fulltrúum til þeirra sem að hafa henni efnahagslegu völd. Og oft nefnt kannski að þegar verður þessi tilfærsla valds að þá skapar það eftirvill tækifæri fyrir undirskipað hópa að hasla sér þá völl á þeim vettvangi. Það einmitt ekki sjálfgefið að konur gegni þessum embættum ef litið yfir söguna. Þannig hafa 13 karlar gegnt embætti biskups Íslands en 2 konur.
Kona var fyrst kjörin biskup meira en 200 árum eftir að biskupsdæmin 2, Skálholtsbiskupsdæmi og Hólabiskupsdæmi voru sameinuð í eitt. En í næstum 800 ár þar á undan voru aðeins karlar biskupar, samtals í 1000 ár. Í stöðu æðsta ráðamanns þjóðarinnar frá 1904 hafa 30 karlar gegnt því embætti en 3 konur. Sú fyrsta, Jóhanna Sigurðardóttir, varð forsætisráðherra árið 2009. Frá 1908 hafa 19 karlar verið borgarstjórar en 5 konur. Sú fyrsta, Auður Auðuns, var borgarstjóri ásamt Geir Hallgrímssyni í tæpt ár 1959 til 1960. Finnst þið kannski ástæða til að ein kona sæti í hverri ríkisstjórn í framtíðinni? Já, það er vissulega æskilegt. Silja Bára Ómarsdóttir var kosin rektor Háskóla Íslands í vikunni en frá 1911 hafa 38 karlar verið rektor skólans en 2 konur, sú fyrsta 2005. Frá 1944 hafa 5 karlar verið forseti Íslands en 2 konur og frá 1961 hafa 6 karlar verið ríkissaksóknari en 1 kona. En svo eru enn til embætti sem að kona hefur aldrei gegnt. Til dæmis hefur engin kona verið útvarpsstjóri frá stofnun Ríkisútvarpsins fyrir hartnar 100 árum. Utanríkisráðherra Danmerkur biður Bandaríkjastjórn að halda sig við staðreyndir þegar hún talar Grænland. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani hafa vanrækt Grænland. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, heimsótti bandaríska hermenn á herstöðinni í Pituffik í gærkvöld. Þar ítrekaði hann skilaboð Bandaríkjastjórnar að Grænland gegni mikilvægu hlutverki í vörnum Bandaríkjanna. Our argument really is with the leadership of Denmark, which is underinvested in Greenland and underinvested in its security architecture. That simply must change. And what we think is going to happen is that the Greenlanders are going to choose through self-determination to become independent of Denmark, and then we're going to have conversations with the people of Greenland from there. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, segir það sæta furðu að þurfa að sitja undir ásökunum varaforseta Bandaríkjanna. Danir eigi nánum samskiptum við önnur aðildarríki NATO og hafi alltaf verið í góðum samskiptum herstöðvarnar á Grænlandi. Så når vicepræsidenten i dag står ligesom og skaber et billede om, at den eneste måde Grønland kan beskyttes på, det er ved at komme ind under amerikansk paraply, så må man sige, at det er Grønland allerede. De er med i den fælles sikkerhedsparaply, vi sammen med amerikanerne lavede efter afslutningen af 2. verdenskrig, NATO. Danir komu saman fyrir utan bandaríska sendiráðið í Kaupmannahöfn í morgun og létu vel heyrast álit sitt heimsókn Vance til Grænlands. Der er ikke nogen, der har indbudt det. Så de kan godt holde sig væk. Mörg 100.000 mótmæltu í Istanbúl í Tyrklandi í dag. Mótmæli brutust út í síðustu viku eftir að borgarstjóri Istanbúl, Ekrem İmamoğlu, var handtekinn. Hann sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. İmamoğlu af mörgum álitin eini stjórnmálamaður Tyrklands sem á raunhæfan möguleika á að sigra Erdogan, Tyrklands forseta, í næstu forsetakosningum. 1900 hafa verið hnepptir í varðhald síðan borgarstjórinn var handtekinn. Viðlíka mótmæli gegn stjórnvöldum í Tyrklandi hafa ekki sést í áraraðir. Biz hak, hukuk, adalet için buradayız. Şimdi ülkemizde maalesef gerçekten hukuksuz işler gerçekleşmekte. Yani hukuka güven kalmadı, öyle söyleyeyim. Hukuka güven kalmadı. Hukuka güven kalmadığı için biz de dolayısıyla en doğal hakkımız olan protesto hakkımızı dile getiriyoruz. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Neden korkacağız? Bir canım var. O da bu devlete feda olsun. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks telja mörgum spurningum ósvarað varðandi viljayfirlýsingu meirihlutans að hraða byggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík, óvissa ríki fjármögnun og fara þurfi í mikla innviðauppbyggingu. Reykjavíkurborg, Alþýðusambandið og BSRB skrifuðu í gær undir viljayfirlýsingu að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í borginni, stofna á nýtt félag borgar- og verkalýðshreyfingar skipulag og fjármögnun og starfshópi gert að móta sérstaka sóknaráætlun uppbyggingu. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, segir styðja öll áform að hraða húsnæðisuppbyggingu í borginni. Þetta sé í samræmi við þá stefnu sem hann vann sjálfur að þegar hann gegndi embætti borgarstjóra.
Hann segir mikilvægt að fá lífeyrissjóðina inn í verkefnið til að tryggja fjármögnun á uppbyggingu innviða. Það þarf að rýna þetta, áhættugreina og sjá hvort að þessi hægt að ná svona samkomulagi. En ef þetta tekst, þá hægt að ráðast hraðar í uppbyggingu stórra hverfa, af því að þegar við þurfum að byggja hvern grunnskólan og leikskólan á fætur öðrum, þá reynir það á fjárfestingagetu borgarinnar. Sérstaklega hort til uppbyggingar í Úlfarsárdal og þar stendur til að byggja 1000 íbúða. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segist taka þessari yfirlýsingu með fyrirvara. Já, okkar upplifun af svona vilja yfirlýsingum hafa oft verið þannig að þetta eru svona meira marklaus plögg eða einhvers konar sýning sem er oft sett á stokk af og til hjá meirihlutanum og það er bara vegna reynslu fyrir að starfa af meirihlutanum þegar hann er að skrifa undir svona viljayfirlýsingar. Hún óttast að ekki verði tekið tillit til ólíkra þarfa fólks, niðurstaðan verði einsleit byggð í stíl við aðra þéttingareiti í borginni. Miðað við hvernig meirihlutin talar og varðandi það hversu margar íbúðir eiga fara þangað mörg þúsund, þá er ljóst mál og það þyrfti að gera stór uppbyggingu í innviðum þarna. Ekki síst almenningssamgöngur, skólar og íþróttastarfið og göturnar. Forstjóri Landsnets er bjartsýnn á að næstu framkvæmdir í endurnýjun byggðalínu geti hafist á næsta ári. Að 5 árum liðnum verði búið að tengja saman helstu virkjanasvæði landsins og þar með bæta nýtingu virkjana. Landsnet vígði nýverið nýtt húsnæði á Egilsstöðum. Fyrirtækið keypti og endurbyggði verslunarhúsnæði sem gjöreyðilagðist í stórbruna fyrir bráðum 3 árum. Í nýja húsinu er ekki bara stór tækjageymsla fyrir línuflokkin, heldur líka skrifstofa og býðst sérfræðingum Landsnets að búa og starfa á Egilsstöðum ef þeir kjósa. Við vígsluna lýsti forstjórinn framkvæmdum framundan og á Austurlandi verður byggt nýtt tengivirki á Hryggstekk í Skriðdal. Aflið frá Kárahnjúkavirkjun nýtist þar með betur á Austurlandi og gæti sparað olíubruna hjá fiskimjölsverksmiðjum. Einnig þarf að endurbyggja byggðalínuna. Búið er að endurnýja línur á milli Austurlands og Norðurlands en mikilvægt er að klára línu frá Norðurlandi í Hvalfjörð. Milljarðatekjur eru í húfi fyrir orkufyrirtæki og þjóðarbúið. Þetta er líka mikið umhverfismál vegna þess að við náum ekki að fullnýta virkjanirnar sem þegar eru reistar í landinu og það kom vel í ljós í því skortástandi sem hefur verið undanfarið og við höfum haft orku hérna fyrir norðan og austan en skort fyrir sunnan. Byggja þarf Blöndulínu 3 og Holtavörðuheiðarlínur 1 og 3 til að klára hálfhringinn og miðla meiri orku á milli svæða. Guðmundur telur að of langan tíma taki að útkljá deilumál og hægt að stytta ferlið verulega án þess að slaka á umhverfiskröfum. Leyfi og niðurstöðum línuleiðir ætti að vera hægt að fá á aðeins 2 eða 3 árum með sömu niðurstöðu. Að okkar mati að þá þyrfti að fækka stofnunum sem gefa umsagnir vegna þess að það er oft sömu stofnanir sem að gefa sömu umsagnirnar. Það þarf að setja en tímamörk, þannig að ef það svar ekki á réttum tíma þá hafi það einhverjar afleiðingar. Og sama gildi með skipulagi, það þarf að finna einhverja samræmda aðferð til þess að það sé unnið á sem skemmstum tíma. Við erum að gefa út kerfisáætlun núna og við vildum helst að geta byggt þessar 3 línur bara í röð og byrja á þeirri fyrstu á næsta ári og verið kannski svona 4-5 ár að klára þetta verkefni. 100 manns komu saman í miðborginni í dag til að sýna samstöðu með Palestínu. Gengið var frá Hlemmi niður á Austurvöll og þess krafist að ríkisstjórnin beiti viðskiptaþvingunum og slíti stjórnmálasambandi við Ísrael. Ofbeldi, landtaka og þjóðarmorð sem látið er óáreitt hættir aldrei. Það breiðir úr sér eins og við höfum séð síðustu mánuði, ár og áratugi. Með hverjum degi verður ástandið verra og verra og verra og verra. Heimurinn getur ekki haldið áfram fyrir að þjóðarmorðið er stöðvað. Ríkisstjórn, þið getið ekki litið undan, við krefjumst aðgerða strax. Aðeins eitt þungt ökutæki má aka yfir Ölfusárbrú í einu samkvæmt nýjum tilmælum Vegagerðarinnar. Brúin er 80 ára gömul og farin að láta á sjá.
Framkvæmdir við vegagerð og hönnun nýrrar Ölfusárbrúar eru í fullum gangi en áætlað að taka brúna í notkun árið 2028. Heildarkostnaður er 18 milljarðar og á veggjald að standa undir þeim kostnaði. Nýja brúin verður 330 metra löng og byggð ofan við Selfoss. Öllum þungaflutningum verður beint nýju brúna. Vegagerðin hefur sett skilti við núverandi brú þar sem þeim tilmælum er beint til bílstjóra að aðeins eitt þungt ökutæki fari yfir brúna í einu. Það er gert vegna versnandi ástands brúarinnar. Ölfusárbrúin, númer 2, hún er lífæð í okkar samfélagi, algjör. Þannig að það eru þetta lítið sem út að bregða til þess að það setja ekki hér allt á hliðina. En eins og menn gjörla þekkja þá er búið að vera þetta umferðar þrengsli á brúnni og mikil umferð alltaf bæði á sumrin og það er nú orðið allt árið kring biðröðin á brúna. Þannig að við megum við litlu stoppi. Vegna þessa hefur umferðin þyngst en frekar innanbæjar. Kjartan segir það óheppilegt bæði fyrir atvinnulíf og mannlíf í bænum. En brúin er vissulega að fara að tala með svo staðinu núna og ég vona það bara að allir sem til okkar heyra virði þetta að þegar yfir brúna er farið á stærri bílum að þá sé eðlilegt að hafa breytt þar inn og í einu. Kjartan segir stöðuna sína vel mikilvægi nýju brúarinnar. Það sjá allir mikilvægi þess að fá þessa brú og það mun gera framtíð þessa svæðis hérna í heild sinni bara ennþá betra. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu í miðbæ Akureyrar er þar engin kjörbúð. Mörgum ferðamönnum finnst langt að ganga töluverðan spöl til að komast í búðina. Við þekkjum það eflaust flest, hvað getur verið þægilegt þegar að ferðast að vera staðsett einhvers staðar miðsvæðis. Það sem er stutt í alla þjónustu og þá vissulega við hérna í miðbæ Akureyrar, þar sem er verslanir og afþreying og kaffihús og svona flest allt sem við þurfum. Máli vandast hins vegar ef að ég þarf að skreppa eftir kaffipoka eða tannbursta. Lítið hefur farið fyrir matvöruverslunum í miðbænum frá því að 10-11 í göngugötunni lagði upp laupana fyrir rúman áratug. Starfsfólkið í miðbænum fer ekki varhlut af því. Já, mjög mikið koma hingað og spyrja hvað bónusnett og hvað má kaupa mat inn í bæinn. Very often, especially in the peak season during summer times. So we usually point them to Haukáp or Krónan. Gerist bara nær oftar en daglega, einmitt út af því að það er ekkert inn í kring, einmitt næsta er bara bakari eða jafnvel Krónan sem er alveg gott 10 mínútna labb frá miðbænum. Samkvæmt útreikningum Google er gangan frá Hótel Kea að Krónunni 17 mínútur. Sá tími er aftur vel innan marka fyrir svokallaðar 20 mínútna borgir. Við hefum svo sem verið að hugsa það líka að það er markmið borga víða veröld að vera svokallaðar 20 mínútna borgir. Þannig að svona allar helstu nauðsynjar fyrir íbúa séu ekki meir en 20 mínútna fjarlægð. Og það má kannski segja að borgin Akureyri sé 20 mínútna borg eða jafnvel kortersborg eða út á hjóli. Þannig að hvað er langt í burtu og hvað er nálægt er alltaf svolítið afstætt. En er húsnæði í boði ef áhugin er til staðar? Veit það ekki. Það er ekkert held ég mjög auðvaðan garðagressi en ríki var að losna eins og frægt er orðið. Þannig að kannski. Deildarmyrkvi á sólu sást víða land í dag við fyrirtaks-aðstæður. Áhugafólk er strax farið að hlakka til almyrkvans sem verður 12. ágúst á næsta ári. Hér er ég að fylgjast með deildarmyrkva á sólu þar sem að tunglið er að ganga fyrir skífu sólarinnar og 5 mínútur yfir 11 þá munum við sjá 67% deildarmyrkva á sólunni. Gísli myndaði allt sjónarspilið við afar góðar aðstæður, allt frá upphafi deildarmyrkvans klukkan 10 þar til hann náði hámarki klukkustund síðar. Hvers vegna er þetta áhugavert? Þetta er áhugavert fyrir það sakir að við sjáum hérna tunglið gleypa smá bita af sólunni. En sporbraut tunglsins hún hallar nokkra gráður þannig að yfirleitt gengur skugginn af tunglinu annarkvort yfir jörðina eða undir jörðina. Og það er stráklega bannað að horfa með berum augum upp í sólina? Þetta er svo sem ekkert öðruvísi heldur en að vera úti á sólríkum degi en við getum allan að horta á sólmyrkvann með öruggum hætti með þessum gleraugum hérna. Já, og þetta sést bara nokkuð vel. Já, þarna sjáum við tunglið heljarskífu sólarinnar. Og á næsta ári verður almyrkvi á sólu. Ertu orðinn spenntur fyrir þessu? Já, ég er orðinn nokkuð spenntur. Þannig að við krossleggjum fingurum að veri heiðskýrt 12. ágúst 2026. Í Perlunni kom fólk saman og fylgdist með. Ég að reyna að æfa mig fyrir næsta ári samt að koma betri sólmyrkvi. Á hvað er það að horfa? Dagdrasl.
Ég veit ekki hvað það heitir. Sólmyrkvi. Hafið þið séð eitthvað svona áður? Nei. Er þetta flott? Já. Og ég er svo ánægð. Ég var svo stressuð, það verður engin sól í dag, verður regning og svo allt í bara já. Svo var mjög glad. Takk fyrir. Have you seen an eclipse before? Oh, a long time ago in the UK, yeah. Yeah, but this is a bit different. It's a better place for one. Yeah, the view is fantastic. Yeah, this is awesome. It's just bright orange and bright yellow. Partially blocked out. Yeah. Og það eru börnin sem lýsa þessu oftast best, rétt eins og hún Júlíana, 4 ára í dag. Hvernig lítur sólinn út núna? Upp, niður. Upp, niður? Eins og... Já, upp, niður, linda banani. Mér blå. Fallegt veður þarna, en Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur kvöldsins, hann spáir því að það drægi úr vindi og ofankomu á landinu í kvöld og nótt og allvíða vægt frost. Morgundagurinn byrjar rólega en ný lægð nálgast að sunnan og gengur þá í allhvassa eða hvassa austan og suðaustanátt með snjókomu eða slyddu en síðan rigningu og hlýnar í veðri. En það verður úrkomulítið fyrir norðan fram eftir degi. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Skíðamót Íslands hélt áfram í Oddsskarði á Eskifirði. Keppt var í Svíi í dag. Íslands landsliðsfólk gerði það gott í dag, bæði í fótbolta og handbolta með félagsliðum sínum í Evrópu. Og við lítum við á Íslandsleikum fatlaðra á Selfossi í dag. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Mörg hundruð manns eru enn grafnir í húsarústum eftir jarðskjálftann í Mjanmar í gær. Yfir 1600 eru látnir. Snarpir eftirskjálftar hafa orðið í dag sem gætu losað spennu á nálægum flekamótum. Í fyrsta sinn eru konur í öllum æðstu embættum þjóðarinnar á sama tíma yfir háskólastofnunum og þjóðkirkjunni. Kynjafræðingur bendir á að í sögulegu samhengi sé þetta í raun ekki svo mikið. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani hafa vanrækt Grænland. Framferði Bandaríkjamanna var mótmælt í Kaupmannahöfn í dag. Starfsmenn í miðbæ Akureyrar fá nær daglega spurningar frá gestum hvar næstu matvörubúð sé að finna. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu í miðbænum er þar engin kjörbúð. Deildarmyrkvi á sólu sást vel í dag þegar tunglið huldi hluta sólarinnar. Fjöldi fólks naut sólmyrkvans frá Perlunni og sumir orðnir spenntir fyrir almyrkvanum á næsta ári. Þessi fréttatími er á enda og það er komið að íþróttum og veðri. Við minnum á vefinn rúv.is, þar eru nýjustu upptökur á fréttum úr dagskrá RÚV og njótið kvöldsins, verið sæl.